hef alltaf svona átt góða vini í þessum hópi sem hafa hjálpað mér á ýmsan hátt. Þorberg til dæmis hefur hjálpað mér að halda útleitinu í lagi. Eftir því sem hægt er. Og Helgi Magnússon, er hann ekki hérna ástæður? Hann Helgi, hann er að hjálpa mér að gefa út bók. Mér langaðist til að koma út nýja bók. Og Helgi, nú var ég eiginlega orðin svona frek lítill og kannski ekki stæðið í sjálfurrættuleiti. Svo Helgi hjálpar mér og það heitir ýmvægt, eiga slíka menn að. Þannig að ég er alltaf í einhverjum tengslum við skóganemendur á einn eða annan hátt. Það er nú gott að eiga svona, sem maður segir, eiga bandamenn og vini sem maður veit að þeim þótti náttúrulega ég voðalega leiðilegur þegar ég var skólasjóður. En þetta breytist allt með tímanum því að þegar maður eldist þá öðlast maður nýjan skilning á ýmislegu sem maður ekki þekkti þegar maður var unglingur. En ég vil bara segja það var einstaklega fallega gert af ykkur að lofa mér að hitta ykkur. Einstaklega fallega gert. Og ég meta afar mikils að fá að koma og gleðjast með ykkur smá stund og óska ykkur allra heilla og sérstaklega skemmtið ykkur verið í kvöld. Þegar þið komið saman, þá verðið þið æskufólk, minnstu hvort í andana. Og kannski líka allavega, þið eruð enn á snarpasta skeiði. Og verðið bara áfram sem lengst og þakka ykkur kærlega fyrir. Og svo sérstaklega sjá Jón Hjálmarsson hérna líka. Og þið? Leiðtogi ykkar, við vorum hérna í skógum. Ég veit að þið í góða minningar frá skógum, bæðu staðinu og samveruna. Skólinn og safnið í skógum áttu mikla tengingu meðan að þetta var hvort við lýði. Mér mjög minnisstæður 1. desember árið 1949 þegar að miðasafnið í skógum var opnað fyrst í litlu kjallaraherbergi í skógaskólan og það er sama ár og skógaskólinn tók til starfa. Fyrsti skólastjórinn Magnús Gíslason, góðar minningar. Hann hafði mikið skilning á varðveislu menningarverðmæta. Þeirra menningarverðmæta sem voru að falla í sjúgin víst og breyttu landið á þeim tíma þegar ný menning var að taka öllu völd hérna á Íslandi eins og þið þekkjum hana best. Þetta byrjaði mjög smátt en þetta hefur þróast svona hægt og rólega og stundum í stórum stökkum. Og allir sem að standa safnað með að vera við safnið í dag stærsta minjasafn þjóðarinnar utan Reykjavíkur og það er að nokkru leyti orðið þjóðsafn, meiri byggðasafn því að símaminjasafnið sem er hérna í Samgöngusafninu er alveg einstakt og fjarskiptasafnið Sigurðar Harðarsonar sem er það er líka einstakt, ekki bara fyrir Ísland, þetta er fyrir fleiri lönd. Þannig er ég til að hér sé stór sigurinn minn í uppbyggingu safns. Ef ég hefði ekki vakist upp á sínu tíma þá held ég að ekkert safnmenni fyrir skógum. En ég hefði líka notið góð stuðnings á mörgum mönnum. Jón Hjálmarsson, hann átti manna mest að þátti því að ég flutti hingað á skógum í árslok 1959 og það var einhver umsveitarmaður sem ávitaði hann fyrir það að vera að teygja mig hingað austur á skógum og það var bara fyrir það að ég verið í góðu smali í fjöllunum. En það var önnur smalamennska sem tók við hjá mér og ef ég hefði ekki skildir í smalamennsku þá veit ég að enginn hefði gert það. Svo ábyrðið mikið. Það var lengi draumur minn að það kemur kirkja skógum. Það var kirkja í skógum frá því 1100 til ársins 1890, Helga og Þreifur og Nikolási. Og það virtist fjarlægur draumur hjá mér að það kæmi ekki kirkja
Einu sinni var ég að hugsa að fá gamla aflagða kirkju einhvers staðar út á landsbyggðinni, svo hætti ég við það. Og niðurstaðan var sú að byggja upp kirkju og byggingarhlutum gamla kirkna sem voru komin í safnið. Hann Leifur Auðunsson og Leifsöðu góðra minningar gaf safnið til dæmis Gráðunar og Sólundalskirkju og pallinn sem þeir fylgdi. Það var strax góður slopp. Hjörleifur Stefánsson arkitekt, hann teiknaði kirkjuna út frá þessum hlutum. Skreytingin í kórdyrum á sér uppruna eða fyrirmynd í gömlu kirkjunni í Eyvindarhólum og góðneski boginn í kirkjunni í Sólundal og pílónarnir í síðustu torfkirkju við Flóðafirði. Bekkirnir sem þið sitjið í eru úr Kálfholtskirkju frá 1879. Þiljurnar á þeirri sömu kirkju. Gluggarnir eru úr kirkju í Gröf í Skaftártungu frá 1898. Skrautið í þeim eru úr Eyvindarhólakirkju. Altarið er í Sigluvíkurkirkju í Landeyjum. Prédikunarstofnun í Hábæjarkirkju, Hafskirkju í Þykkvabæ. Hugmyndin á sig fyrir mynd frá Eyvindarhólakirkju. Ef það hægt að tala safnkirkju á Íslandi þá var þetta virkileg safnkirkja. Tengis skal ég segja ykkur það byrjunni 20 kirkjur. Og altarisskaflan er auðvitað höfuð dýrgripur kirkjunar. Frá 1768 síðan Sigurður Jónsson í Holthefundur Eyjafjörðum forfaðir minn lagði hana til Holtskirkju á sínum tíma. Hún var opin bara 3 á ári í gamla daga á jólum, páskum og hvítasunum. Það voru myndir utan á vængjunum. Og gaflinn, kórgaflinn í kirkjunni er nánast alveg eins og í Holtskirkju var 1870. Minningartöflur sitt hvorum megin við altaristöfluna. Minningartaflan vinstra megin er minningartaflan langafa minn, Sigurður Jónsson, stúdent í Varmalíð og Sigurður í Holti var afi hans. Og hægra megin er minningartaflan Þorvald Böðvarsson prest og sálnámsskólpi í Hóttundur Eyjafjörðum. Og það verður að segja sem svo vel að þessari minningartaflur voru búin að liggja í geymsluherbergi í Ásólfstórakirkju í 50 ár. Því að það hefur frekar verið stefnast í kirkjunni að vera ekki með þessa hluti upp í kirkjunum. Skal ég segja ykkur. Nú, altarisstjakarnir voru í Steinakirkju, þeir voru á 1767. Ljósahjálmur í kór var í Steinakirkju. Er með nafni Hjörleifs Jónsson og bónda í Listaskólanum 1840, þetta er franskur að uppruna og þessi ljósahjálmur í Framkirkju, það er gamli ljósahjálmur úr Eyvindarhólakirkju og hann er frá því 1500, við erum sagt að sé flæmskur eða hollenskur að uppruna og eftir honum er hani, gamli hani, ef við glata vengjunum. Minna fólk á að halda öfum sinni. Og skýrtanskálinn, hún er frá 1600. Þýskað uppruna. Ich ward der in Fried geboren, über tækifæri í friði. Hennar þarf ekki að kynna fyrir ykkur. Frænka mín, náfrænka mín, 89 ára gömul, kom meðan fyrir 4 árum. Það var dýrmætasti hluturinn í eigu hennar sem henni var annars og fór mér eða Skógarkirkju handi varðveislu. Hann keyptur á Fortune í London fyrir 70 árum. Og heilagur Nikulás er áfram endari Skógarkirkju. Sæll Eilur, gleð mig að sjá þig. Heilagur Nikulás í Bali í Ítalíu. Það var Nikulásarkirkju í Skógum allar götur frá því 1100. Og hún hélt áfram að vera það eftir að mótmælendur tóku völdin. Góð vinkona safnsins gaf þennan íkon frá Grikklandi. Þegar kemur hingað fólk frá Austur-Evrópu, þá kissir það gjarnan heilaga Nikulás og siglir sig, mjög falleg. Og góðir vinir safnsins, Hermann Einarsson og bróðir hans, gáfu síðustu kvöldmáli antík verk, það kom frá Danmörku. Minningar gömul heiðursjón í skal ég segja ykkur í Hlíðundar Eyjafjörðum. Það er hérna Eyjólfur fáðu sæti. Steinin er úr gamalli kirkjurúst. Ég segi þetta sé vígsluvatnssteinn. Og síra Jakob Róland í Reykjavík, hann sendir mér öðru hvoru vígsluvatn. Það virkar mjög fallega alltaf á mig þegar kaþólskir menn kom í kirkjuna. Því þeir sýna henni meiri virðingu en mótmælendur. Í því
að signa sig upp úr víðu vatni og hneigja sig fyrir altarinu. En hjartalagi skiptir þó mestu máli. Fyrir 15 árum þá kom Karl biskup og vígði kirkjuna á yndislega fallegum sólardegi, 14. júní, altså, já, 1998 ef maður rétt. Og árið seinna kom rómverski katólski erkibiskupinn í Kaupmannahöfn og blessaði kirkjuna og þá fengum við fyrstu katólsku messu í skógum í 450 ár. Séra Jakob Róland flutti okkur þá katólska messu. Og síðan hefur þetta rólað svona áfram. Kirkjan er búin að fá mikinn fjölda gesta. Það koma hópar í þessa kirkju hverju degi og syngja gjarnan eitt eða tvö sálmar. Það kemur mikið fjöldi af norðanum, engar hvert sumar. 1 til 2 hópar í hverju viku af sumari og skilja eftir milljónir króna hér í safninu, borða líka í safninu. Og þeir syngja ægilega fögru fótinn, ægilega núna. Segðu Þórður, Heyrðu, ef ekki söngfólk sem þú æðir sumt að þessum krökkum? Jú. Ég heyrði að þau voru alveg bara eins og verið konið söngtíma Nikolató. Kunnu þetta allt saman? Það var ekki að gera þetta betur. Nei, það verður ekki betur gert. Og eins og ég segi, ég þakka ykkur innilega fyrir að koma hingað í kirkjuna. Bæði að heilsa mér og kirkjunni.